þessu strákar? Ekki það ég gerði það nú ekki fyrirfram. Ertu búinn að kveikja á þessu aftur? Síðari hálfleikurinn hér að vera að byrja. Sýndist HK-menn vera að gera skiptingu. Hörður Máni Ásmundsson út af og Valdimar Einarsson, kornungur strákur, fæddur 2002. Hann koma hérna inn á og hann fer bara beint í miðvarastöðuna. Þetta athyglisvert. Sýnist þetta vera eina breytingin, Þóri Guðjónsson komin inn á hjá Blikum. Arnór Gauti ennþá hérna. Aron Bjarnason sem að tekin af velli hálfleik. Einar Ingi mættur á svæðið til að hefja síðar hálfleik. Það tvær breytingar hjá Blikunum. Karl Friðlaugur syns mér að fara út að líka. Og hvað þetta? Ekki bara Viktor Örn sem komin í hægri bakurinn. Damir hérna með langa sendingu. Ágangar. Hvað með Kví? Kemur hún að Þórir Guðjónsson rangstæður, þannig að hann lét boltan bara fara í markspyrnu. Ágangar. Broti hérna Áskeri. Jonathan Hendricks gerði það, klögulegt hjá honum. Birkir Valur. Leifur Andri búinn að færa sig yfir í vinstribakurinn eftir þessa innanskiptingu hjá Valdimari Einarssoni. Þetta 2002 eins og ég var að segja áðan. Og ágangar hér. Hvað gera þær? Emil Máni og fín fyrirgjöf. Bjarni Gunnarsson var að fá dauðafærið þarna, en Damir Múminović gerði þetta vel. Það var Ásgeir Martinsson alltaf að taka hornspyrnuna fyrir HK. Það gætur á Birki Val Jónssoni, hann skoraði ekki að Grindavík, búinn að skora nokkuð mikið strákurinn, en Elvar Freyr Damir ekki í vandræðum með að koma þessu frá. Ólafur Örn, Jonathan Hendricks í skallartennis, Ásgeir Börkur og hann kemur nú Marian og alveg aftur á Arnar Freyr. Arnar Freyr kom frá Leikni, hafði verið varamarkmaður Leiknis á hann að geggiraðir HK og hefur nýtt tækifærin sín hjá HK vel. Átti til með stórleik á Skaganum í fyrra þar sem hann varði meðal annars vítaspyrnu.
Hvort það var ekki 2. Gæti hafi, mannaði ekki alveg. En Skagamenn fóru náttúrulega upp með HK. Rólar Örn Eyjólfsson kemur Ásgeir. Og Ásgeir missir boltan, góð pressa hana bæði hjá Aroni Gauta og Alexander Kvame. Það er greinlegt að Kvame eftir að koma sér betur inn í hlutina hjá Blikunum. Tamir. Jonathan. Arnór Gauti. Aftur á Jonathan Hendricks. Og aftur á Arnór Gauta. Arnór Gauti reynir að koma með fyrirgjöf. Hann koma þessu það og Valdimar gerir þar. Koma þessu ekki langt. Hann er Viktor Karl. Og hvað með Kví. Og Alexander. Aftur á hvað með. Það er allt svona nokkuð rólegt. Tamir, Jonathan, Kolbeinn, fínt spil hjá Blikunum og Þóri Guðjónsson klappa boltanum aðeins og mikið fyrir minn smekk. Þórir kom frá Fjölnismönnum sem að fjallu úr Pepsi-deildinni. Langur bolti og Jonathan Hendricks aleinn. Ásgeir mætir honum. Arnór Gauti og Arnór Gauti skýtur boltanum lengst framhjá. Lengst yfir. Slagt skot hjá honum. Hann hefur verið svona frekar týndur í þessum leik. Átti frábæra innkomu gegn IBVF í Lengjubikarnum. Hann verður ekki alveg fundið sig hér. Og það hákangar Valdimar og Birki Valur og Ásgeir Börkur. Og Valdimar með langa sendingu. Vel gert hann að alveg fleiri skalla þetta frá Alexander Helgi. Brota á honum. Og þeir eru fljótir að taka þetta. Og Arnór Gauti og Jonathan Hendricks brunar eru upp vinstri kantinn. Og Arjan, ég skal fullir það ekki margir sem að vinna Arjan á spretti. Gríðarlega fljótur. Arjan Ari Morína var svona sem hálfgerði auka hlutverki hjá Hákangum sen sumar en hann er góður leikmaður. Getur spilað bæði sem hægri bakvörður og hægri kanti. Og Leifur Andri hana með langan bolta. Ásgeir reynir að fleyta honum hérna upp kantinn. Bjarni Gunnarsson, óþolandi leikmaður, hvað hann er svona leikmenn sem að hlaupa eftir öllu. Ásgeir og boltinn hrekkur af Damir hana beint í hendunar á Gunnleifi. Þessi hefði auðveldlega getað hrokkið í netið. En Gulli velvakandi. Viktor Hendricks og Arnór Gauti. Damir, Alexander. Kolbeinn, vel gert hjá Kolbeinni, kemur honum á hvað með Kví. Hann heldur honum, nei, nær ekki að halda honum inni. Sér á Leone maðurinn, hvað með Kví. Fæddur árið 1996. Það er 23 á þess ári. Arnór og Jonathan Hendricks fær hér boltan. Og ekkert dæmt hér, Þóri Guðjónsson. Já, mér fannst nú, það var nú kannski alveg rétt, það var ekkert á þetta en Kolbeinn lendir illa og liggur eftir. Guðmundur Steinarsson, aðstoðarþjálfari, hleypur inn á.
Hún að það sé ekki alvarlegt hérna með Kolbeinn. Kom gríðarlega sterkur inn í Blikaliði í senn sumar. Ég held að Blikar taki ekki neina áhættu hér og taki bara skiptingu. Jú, Binni að koma inn á Brynjólfur Darri Willumsson, litli Willum. Á að koma inn á fyrir Kolbeinn. Kolbeinn kemur út af, það klárt mál. Brynjólfur Darri komin hér inn á. Vakti athygli senna þessu sumar og sérstaklega í leiknum með Víking Ólafsvík í bikarnum sem hann skoraði jöfnunarmark á uppbóta tíma framlengingar. Brynjólfur Darri og langur bolti hér Emil Atlason. Nei, Damir ekki neinum vandræðum. Ásgeir Börkur, Brynjólfur Darri og Alexander Helgi. Og kemur hann á Þóri og Viktor. Arnór Gauti. Allt og lengi að þessu, en kemur hann á Viktor. Viktor missir hann. Það er ekki nógu góð sending. Vel gert hjá Arjan. Við mannan hann Ásgeir. Hann komin Ólafur Örn, en kópressa hann hjá Alexander Helga. Arjan. Það Blikar eiga þannan. Viktor Karl. Jonathan. Kom menn alveg í öftustu víglínu á Damir. Býður eftir einhverju hreyfingu. Jonathan Hendricks. Arnór Gauti. Hendricks. Brynjólfur Darri. Tekur ekki skiptinguna yfir Kvame. Og Ólafur Örn gerir vel. Vinnur boltan. Máni Ösmann. Kemur hann á Bjarna Gunnarsson. Hvað gerir Bjarni hér? Vel gert Máni. Út á Leifandra. Leifur Andri. Með slaka fyrir gjöf. Gunnleifur. Damir. Kemur hann Arnór Gauta. Og reynir að koma með Þóri. Ég held að hann sé rángstæðar. Jú. Klaufalegt hjá Þóri. Hákangar úr fljótur að taka þetta. Valdimar og Birki Valur. Leifur. Arnar í markinu hérna og góðu bolti á Ásgeir og slæmsending hjá Ásgeiri. Arnór Gauti vinnur þannan. Viktor Karl. Hvað með Viktor? Kemur menn fyrir á fjær. Þar Þórir. Það svo langur hana. Arjan Háraðinn hana. Það að koma þessum út af. Ágúst Gylfason hérna, þjálfari Blika, þessi stutt í markið. Vonum það, þessi stutt í markið. Það allavega svona 25 metrar að þangað. Brynjólfur Darri. Og fær hann hérna aftur frá Kvame. Og góðu snúningur. Hvað gerir Brynjólfur núna? Með 4 háganga í sér og Ásgeir Börkur étur hann. Ásgeir Martinsson með sendingu hérna. Bjarni Gunnarsson. Mótið Damir og Alexander reynir hjálp honum. Bjarni, vel gert hjá Bjarna.
rennir honum hér á Mána og Máni með slaka sendingu. Það var vel gert hjá Bjarna en ekki jafn vel gert hjá Mána Austmann. Brynjólfur Darri hérna reynir að koma honum á Þóri og Arnar Freyr mættur hérna langt út og er að fara í öxlu við Þóri Guðjónsson. Skallar hann út af, Arian að tefja tíman eins mikið og mögulega hægt er. Vel gert hjá Arian, mjög vel gert hjá honum að ná að tefja tíman. Þeim gaf Arnari tíma til að fara í markið. Alexander Helgi kemur nú á Jonathan Hendricks. Hvað gerir Belgin hér? Og Brynjólfur á hvað með? Og rennur á Brynjólfur Darra, rennur honum út en þar er Birkir Valur lagsetta og Ásgeir Martinsson með frábæra sendingu og þetta er klaufalegt. Emil Atlason brýtur þarna á Damir. Damir er brjálaður út í Emil, sparkaði hana í Emil og Damir þarf að róa sig niður hérna. Damir hikaði samt. Emil átti bara að klára hlaupið og taka sjensinn. Hann keyrir inn í Damir og brýtur á honum. Hágangar ekki sátti með að vera aukaspyrna dæmt þarna. Jonathan Hendricks, ég veit ekki hvað Jonathan Hendricks var að reyna þarna. Þetta var allavega þá bjartsýni ársins ef þetta var skot. Þetta var allavega ekki sending á neitt. Engin í neinu hlaupi. Þannig að menn með bara líta á þetta sem fair play. Ef þetta var ekki neitt þá bara sparka aftur til ágangana. Og hérna Leifur Andri og Ólafur Örn. Hendricks vann hann. Kemur nú á Brynjólfur Darra. Arnór Gauti. Alexander Helgi. Leikurinn í síðara hálfleik nánast eingöngu farið fram á vallarhelmingi HK. Brynjólfur Darri. Og kemur nú á Hendricks. Og lágsending og Þórir í dauðafæri. Dauðafæri hjá Þóri Guðjónssoni. En hann náði ekki að hitta boltan nægilega vel. Þetta er klárlega að gera betur þannig að Þóri Guðjónsson. Og hér er að hágangar Birkir Valur Jónsson. Birkir Valur. Komum mann að Mána. Og langur bolti og Bjarni Gunnarsson í kapphlaupi við Elvar Frey. Og Elvar kemur á Gulla. Gulli þarna tefla á 2 hættur. En engin hætta. Ásgeir Börkur. Hvað með Kví og Brynjólfur Darri. HK vinna hann aftur. Og Ólafur Örn fær hann aðeins og fast sending tilbaka hjá Ásgeiri. Arian. Hann dæmdi aukaspyrnu þarna. Já, ok, þetta var nú ódýrt. Það var nú lítið á þetta, en Einar Ingi dæmir aukaspyrnu engu að síður. Staðan ennþá 1-0 fyrir Breiðablik. 62 mínútur búnar af þessum leik. Og kemur Leifur Andri með góðan vinstri fót, ætlar að koma þessu inn í. Og fínn bolti. En Gulli lesa þetta og missi jafnvægið. Já, brotið að Gulla þarna. Klaufalegt hann hjá HK að brjóta þarna. Gulli var náttúrulega aldrei að fara að ná almennilegri sendingu. Tíma tekur þetta að taka þessu aukaspyrnu. Og Jonathan. Arnór Gauti. Hendricks. Kemur langa skiptingu yfir til hægri. Þar er Viktor.
Hágangur koma þessu frá. Skipting í vændum hjá Blikunum. Guðmundur Böðvar sem á að koma inn á en meðan vinna Hágangaboltar. Ólafur Örn. Og geggjuð sending á Bjarna Gunnarsson sem komin í færi. Frábær tækling hjá Damir. Kemst fyrir skoti. Sýnist nú Bjarni, hann allavega að teygja þarna. Bjarni Gunnarsson, kannski komið með einhvern krampa. Ásgeir ætlar að taka þetta. Það er ekki gott ef að Bjarni Gunnarsson er líka middur á Hágangum. Þannig hér er horni frá Ásgeiri. Þetta eru bara búin að vera arfa slaka hornspinnur, allar beint á Damir. Færa hann hérna aftur. Kemur boltan fyrir, geggjum sendinga mark. Hágangar er að jafna. Virkilega góð sendingana hjá Ásgeiri. Var þetta ekki Birkir Valur Jónsson? Hann er þeirra hættulegasti maður inn í teig. Jú. Birkir Valur skora líka gegn Grindavík. Það er alveg ótrúlegt hvað hann er að ná að pota inn mikið af mörkum fyrir HK. Birkir Valur, þrátt fyrir að hafa verið að spila mest bara í miðverði og hægri bakverði fyrir HK-liðið, þá er hann einn mestu markaskorari. Arnór Gauti kemur inn út af og Guðmundur Böðvar inn á staðinn og 1-1. Jonathan Hendricks skoraði fyrir Breiðablik í fyrri hálfleik og Birkir Valur Jónsson var að jafna leikinn. Tveir varnarmenn að skora. Og Jonathan Hendricks. Alexander. Og Hendricks. Og Viktor. Ásgeir Börkur þarna tæpur með sólan. Og hvað með? Það má búast við að Blikar setji meiri þunga í sóknarleikin núna. Jonathan Hendricks. Geta nægast í handabökin fyrir að hafa ekki nýtt tvö af þessum færum. Guðmundur Böðvar. Hvað með Kví? Með ágætistilraun þarna. Fín sendingi á Gummabö og Leifur Andri. Og skiptir yfir á Ásgeir. Ásgeir Martinsson. Bjarni. Býður. Og reynir á komunum á Ásgeir. Alexander skallaði hann frá. Ólafur Örn. Og Valdimar. Langa sendingu þannig. Og hvað með? Hvað með Kví? Og Valdimar. Hún var virkilega flottur í miðvarðarstöðinni, þessi ungi strákur hjá HK og Valdimar Einarsson. Og boltinn hérna á Bjarna Gunnarsson. Hvað gerir Bjarni? Og fastur bolti fyrir. Daminar að koma þessu frá. Ólafur Örn vinnur hann að Daminar skalla aftur frá. Hvað með? Blikar koma þessu fram. Hágangar. Nú er það resari hérna undanfarnar mínútur. Þórir. Og allt og först sending hjá Elvari Frey þarna. Skipting hjá Hágangum. Bjarni Gunnarsson hér að koma að velli. Og Kári Pétursson. Kári nýbúinn að semja við HK, var á láni hjá HK í fyrra. Byrjaði fyrstu 5 eða 6 leikina á að skora. Skoraði held í fyrstu 5 leikina fyrir HK. Og meiddist og spilaði ekki meira. Uppalinn stjörnumaður Kári Pétursson. Og langur bolti þannig Valdimar og Viktor Karl. Og Viktor velgert þannig á Valdimar. Og Kári.
og Arjan og slæmsending hjá Arjan og Jonathan kemur á Kwame. Passa að hann fari ekki á hægri fótinn. Jonathan Hendricks og Kwame, hvað gerir Kwame hér? Hann reynir að komast á hægri fótinn og Hendricks með skot beint á Arnar Frey í markinu. Lítil hætta þessu, Arnar Freyr reyna að flýta sér aðeins svo mikið þannig að boltinn alveg aftur til Gunnleifs í markinu. Já, á að vera staða 1-1. Blikar hafa verið heldur sterkari. Þóri Guðjónsson náttúrulega klúðraði dauðafæri á hann. Kolbeinn Þórðarsson klúðraði 2 góðum færum í fyrri hálfleik og Aron Bjarnason klúðraði dauðafæri í fyrri hálfleik sömuleiðis. Þannig að Blikar farið verð með færin. Guðmundur Böðvar allt og lengi að þessu. Ásgeir fljótur að pikka í boltan. Það er ekki alveg þennan tíma. Vel gert Elvar Freyr þarna. Áganga að vinna hann aftur. Ásgeir Börkur. Og Máni á Valdimar. Og Valdimar með langa sendingu. Og skallaði hann aftur á Gunnleif. Fljótur að koma boltanum Damir. Alexander. Það verður áhugavert að sjá hvernig Blikarna á að leysa það að missa Gísla Eyjólfsson. Hann fór til Mjálby í Svíþjóð. Gísli var frábær senast sumar. Og Alexander Helgi. Og slagt skot hjá honum. Samt góðu skotmaður. Alexander Helgi virðist að fengi eitthvað í náran síns mér. Eitthvað aðeins að halda náran á sér hana. Spurning hvort hann þurfa að koma að velli. Já, Ágúst og Guðmundur Steinarsson virðist ekki að hafa tekið eftir þessum handahreyfingum hjá Alexander. Kendi sér alveg virka eins og hann kendi sér mynd í náranum. Birkir Valur gerði þetta vel. Og boltinn gott laup hjá Leif Andra. Og fínt spil hjá Hákangum. Alexander Helgi hérna duglegur tilbaka. Og Damir kemur á móti Jonathan. Og Brynlaugur aftur á Jonathan. Þeir vinna hér boltan. Kári Guðmundur Böðvar vinnur hann aftur. Viktor Karl og Þórir. Engin bliki inn í teiknum. Valdimar skallar þetta frá. Og Brynjólfur og Þórir klungra sér í gegnum þetta, kemur með boltan fyrir, engin bliki þar og Leifur kemur hún bara chestar hann aftur á Arnar Frey í markinu. ...72 mínútur búnar að þessum leik, 18 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Langur bolti þarna fram. Hendricks. Máni. Emil. Lítið farið fyrir Emil í síðara hálfleik. Og þetta er ekki rangstað og Þóri Valdimar sat þarna. Þannig er réttuð þessi Guðmundur Böðvar hérna. Brynjólfur, Hendricks, Guðmundur Böðvar, missar hann Jonathan Hendricks, reynsa þessu fram á Damir og Ólafur Örn að brota á honum ekki dæmt, hann heldur boltanum, kemur honum út en á Kára og Kári reynir að koma boltanum á Mána, Austmann, smá miskilningur hjá Hákangunum hana, Viktor Karl. Frábær sending hjá Viktori Karli og Arnar í skóarhlaupi nær að skalla þetta frá á næsta blika sem voru ekki nú fljótir að nýta sér það var enginn í markinu og það er skipting hjá blikunum.
Hvað með Kví að koma hérna út af og Benedikt var inn á. Þetta er fína innkomu gegn IBVF Benedikt. Og hvað með svona vantar greinilega dálítið upp á leikaæfinguna hjá hvað með og eftir að koma sér betur inn í leikskipulag Blikana. Það er áhugavert að sjá hvað með í sumar þó. Arnar spinnir frá markinu. Máni og Emil Atlason og vel gert hjá þeim. Og hvað gerir Máni hér? Með 2 blika í kringum sig. Reynir að leika fram hjá þeim. Tekst ekki. Nei, ekkert á þetta. Hann vildi fá vítaspinnu þarna. Það var bara ekki neitt á þetta. Og Alexander og Brynjólfur Darri. Já, Brynjólfur Darri. Vel gert hjá Brynjólfur Darra. Og Ásgeir Börkur tekur hann algjörlega. Reynir að koma honum fram og þarna er Emil Atlason að sleppa í gegn. Damir enn einu sinni að koma til bjargar. Bakgrindingana ekkert dæmt. Arian Þóri brýtur aðeins á hann hana. En virkilega vel gert hjá Arian. Arian reynir að koma honum á Ólaf. Og Damir enn einu sinni. Þórir og þetta er bara guldspjald og ekkert annað. Arian bara sparkar Þórið hana niður. Þetta var ekkert nema ásendingur í því að brjóta hann af sér. Var búinn að missa hann fram hjá sér. Var ekkert annað hægt að gera en að brjóta af honum. Hann tekur 1 fyrir liðið. Og Jonathan Hendricks ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Og fyrir gjöf á fjær Elvar. Og Ásgeir Martinsson skallaði þetta frá. Og fyrir gjöf Viktor Hendricks og aftur Viktor. Brynjólfur Darri. Já, svona, veist, búin að vera lítil ógn á Blikunum núna. Veist eiginlega, ég sagði snart að segja að hágangarnir sem búin að vera líklegri til að skora. Þrátt fyrir að Blikarnir sé meira með boltan, þá er það ekki að skapa neinn færi. Og Guðmundur Böðvar hann með langa bolta. Jonathan Hendricks, þetta er hendi. Er þetta ekki bara annað guldspjald? Ætlar hann að gefa honum annað guldspjald eða ætlar hann að sleppa honum þannig? Þetta var augljós hendi. Hann er stálheppinn að sleppa við annað guldspjald þannig að þetta var algjörlega viljandi. Ef hann hefði ekki spjaldað hann rétt á hann þá hefði þetta verið guldspjald, það er klárt mál. Jonathan Hendricks. Hvað gerir Jonathan hérna? Og fast skot, hvað var Arnar að gera þarna? Það er eins og hann væri ekki viss hvort hann ætti að grípa boltan og ákvað svo allar en að kýla hann og gera hvorugt. Það kom kannski rétt við hann en boltinn fór allavega fram hjá. Það var ekki alveg nóg nákvæm spinna hjá Jonathan sem var að reyna að skota þarna og hotspinna, umulig hotspinna og Hágangur sparkaði þessu fram. Það er þetta Elvar Freyr sem tók þessa hotspinnu. Ég veit ekki hvað í fjandanum hann var að afsaki orðbræði, hvað hann var að reyna hana að taka hornið. Eitthvað glóðanum pirraður. Brynjólfur Darri og kemur hann á Viktor og kemur hann aftur á Brynjólfur Darra. Það er smá dotti úr leinum hjá Blikunum, sóknarleiknum hjá Blikunum eftir að Kolbeinn fór út af. Vonaði hann hafi ekki meitt sig mikið. Brynjólfur Darri og kemur hann út og Viktor Karl. Og Þórir er eini maðurinn inn í teiknum hana hjá
blikunum og boltinn sveif yfir alla. Og Emil vann hana þetta skallæmi við Damir en blikarnir vinna boltan, Viktor Karl. Það er allt of lengi af þessu blikarnir að gera eitthvað hana. Guðmundur Böðvar, góður bolti á Guðmundur Böðvari, Benedikt og Hendriks. Alveg ótrúlegt hvernig menn get ekki komið 5 metra sendingu til skila. Óskar Jónsson er að fara að koma inn á blikunum. Og Viktor Karl að koma inn og út af blika, þreföld skipting hjá HK. Emil Atlason, Ásgeir Martinsson sýnist mér að koma út af líka. Bjarki Freyr Guðmundsson, Ómar Farúk Ahmed er að koma inn á og Guðmundur Axel Blöndal fyrir Ólaf Örn, Ásgeir og Emil. Óskar kom inn á, Óskar Jónsson fyrir Viktor Karl. Hendriks, Brynjólfur Darri og Hendriks. Og Jonathan Hendriks kemur um Óskar og Guðmundur Böðvar og Benedikt var enn reynir fyrir gjöfina. Ómar Farúk komst þannig fyrir og Brynjólfur Darri fær bara tjest hann niður. Þórir Guðjónsson, hvað gerir Þórir hér? Þórir eitthvað bara 3 háganga kringum sinna, samt að snúa. Alexander og þeir fljótir að henda sig frá, henda sig fyrir, segi ég. Benedikt var enn og þennan á eiga blikar. 81. mínúta er í gangi, hér í kórnum, staðan er 1-1 og hér eru blikar og leika boltan út og Óskar Jónsson með skot í stöngina, nánast að fyrsta sem Óskar gerir og Hendriks reynir skot, frábært skot hjá Óskari. Þetta er fínt tímabil, var á láni hjá IR og Þrótti senna þessi sumar. Og Brynjólfur Darri þarna hitti boltan ekki nægilega vel, beint á Arnar í markinu. Það mátti ekki miklu vandræði með þetta. Brynjólfur Darri virðist að eitthvað farið utan í Birki Val þarna. Blikarnir eru orðnir pirraðir. Óskar, hvað gerir Óskar Jónsson hér? Skemmtilegu leikmaður Óskar Jónsson. Alexander Helgi, þrýningur og Óskar og reynir að þræða nálaraugat en ágangarnir eru búin að vera gríðarlega þéttir í síðari hálfleik og voru aðeins opnar í fyrri hálfleik. Það hefur lagast eftir að ungi strákunni Valdimar Einarsson kom í miðvörðinn og Leifur Andri fór í vinstri bakvörðinn og Ásgeir Börkur náttúrulega komið með góð áhrif líka en í HK-liði. Og gult spjald á Brynjólfur Darra þarna. Það er eitthvað verið að pirra sig, segja við dómarann eða aðstofa dómarann, held ég. Og þess að vita að þetta er það sem maður kallar pirringsspjald. Ágangar hérna, Blikar eiga þetta. Gefur sér góðan tíma í að taka þetta, leita að lausum mönnum.
Finnur Óskar. Nánast allir blikar inn á vallarhelmingi HK-anga nema Damir og Gulli. Jonathan Hendricks. Kemur hún Guðmund Böðvar. Guðmundur Böðvar kemur hún yfir til vinstri á Þóri. Slög sending hjá Þóri. Alexander Helgi bjargar sér þó en beint á Arjan sem spyrnir þessu fram og þá koma HK-angar í skyndisó. Máni Auksmann. Hvað gerir Máni hér? Kemur hún á Kára. Aftur á Mána. Aftur á Kára. Og Kári. Guðmundur Böðvar. Þannig að HK-angar blikarna að koma þessu frá. Ásgeir Börkur. Leifur Andri. Leifur með fína sendingu inn fyrir og vel gert þarna hjá Elvar Freyr. Og Elvar Freyr hann þá taka einhverja hælsendingu þarna. Guðmundur Böðvar. Aftur á Elvar. Og Alexander Helgi. Hvað gerir Alexander Helgi hér? Brynjólfur Darri á fullri ferð á vinstri kantinum. Fær boltan hér, þurft að hægja á sér. Og Brynjólfur Darri með skot. Beint á Arnar Frey í markinu. Staðan ennþá 1-1. Fáum við sigurmarkina 5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Damir. Þórir. Rangstæður. Já. Ógæslega klaufalegt þegar að framherjar vera rangstæðir í þessari stöðu. Í staðan fyrir að kortu er bara 2 skref aftar og áðan hún hleypur tilbaka. Í staðan fyrir að vera fyrir innan. Valdimar sá er búinn að vera eiga flottan leik í miðvaralínunni hjá HK. Strákur fæddur 2002. Benedikt hann að rólegur. Ekkert að taka neina sjansa. Kemur hún bara tilbaka. En Damir og Jonathan Hendricks. Og Hendricks. Kári í honum. Brynjólfur Darri. Er að halda jafnvælinu. Hendricks. Reynir að koma honum fyrir. En fer að varnaminni og beint til Arnars. Þola ekki þegar markmenn henda sér svona niður þegar þau þurfa ekkert að henda sér. Bara gert til að tefja leikinn. Og fín spilna hjá Arnari og beint á Mána. Og Jonathan virkilega ákveðinn hann að vinnur 3 tæklingar hann í röð. Hann er ekki að halda boltanum. Arjan reynir hann að langa sendingu og vel gert hjá Damir, lætur hann bara fara. Og Damir og Óskar og Guðmundur Böðvar. Elvar Freyr með skiptinguna yfir og Brynjólfur Darri lítur að koma með hann út á Hendricks. Allt og lengi að þessu og snýr reynda vel á Arjan og Brynjólfur Darri vel gert hjá stráknum Valdimar og ára Damir í baráttu við Mána og Damir er miklu sterkari og Máni hann að brautur af sig klaufalega. Damir búinn að vera gjörsamlega frábær í þessum leik fyrir blikana. Alexander og Guðmundur Böðvar og Jonathan missi boltan klaufalega frá sér hann að Jonathan Hendricks horfur á klukkuna og blikar augljóslega pirraðir klaufalegt hann að Ómar Farúk ungum stráki í liði HK. Guðmundur Böðvar, Kári og Guðmundur Böðvar miklu ákveðnari. Óskar og Alexander Helgi og það var Benedikt var enn Alexander og kemur nú á Óskar vill skjóta rétt yfir ágætistilraun hjá Óskari Jónssoni þannig að ég sá samt að þessi var ekki að fara í netið og það var Arnar ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Tvær mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Væntanlega svona 3 mínútum bætt við. Jonathan Hendricks. Kári.
Máni átt flottan leik í liði HK og Ómar Farúk, hann er búinn að vera óöruggur sem hann kom inn á. Ómar Farúk. Benedikt hann að reyna að kloppa, tókst ekki. Og HK-ingar Leifur, kemur hann bara alveg aftur á Arnar, Birkir Valur, sallar rólegur hana. Birkir Valur búinn að eiga frábæran leik fyrir HK líka. Skoraði markið þeirra, virkilega vel gert hjá honum. Sneiddi boltan inn eftir góða sendingu frá Ásgeiri Marteinsinni. Jafnaði þennan leik. Glemdi nú að líta á hvaða mínútu markið var alltaf, ekki svona 68. eða eitthvað. Lang sending og Þórir er rangstæður. Já. Þórir hefur lítið gert í þessum leik annað en að vera rangstæður og klúðrar dauðafæri. Því miður, nær ekki náð að stempla sig inn í þennan leik. Þórir Guðjónsson. Það verður bara að segja eins og það er. HK-ingar ekkert að flýta sér, væntanlega bara sáttir við jafnteflið. Langur bolti hjá Arnari. Kári missar hann út af. Það biður hann sem er að senda mér Facebook Messenger að hætta því snöggvast. Meðan maður að lýsa og Ómar Farúk. Hann blika að vinna þetta. Jonathan Hendricks. Hann er búinn að vera upp og niður kantinn. Það var flottan leik, Jonathan Hendricks skoraði gott mark. Þetta er hendi aftur og Arjan ekkert dæmt. Og Brynjólfur og kemur með fasta sendingu Benedikt. Og hann er engin nema HK-ingar. Arjan reynir að koma með langa sendingu þannig fram. En það voru bara blikar. En HK-ingar búinn að vinna hann hérna aftur. Valdimar. Arnar og Birkir Valur. Það var rangstæður HK-ingurinn og Guðmundur Böðvar reynir að koma honum á Brynjólfur. Brynjólfur er verið að passa sig að brjóta ekki að sér. Já, þetta var bara góðu skalli á Guðmundi Böðvari. Hann er ekkert að keppa sig við þetta. Þórir, það gerir Þórir hér. Jonathan með hann úti. Hlýtur að skjóta. Já, skot í innkast. Þetta var ekki nægilega gott skot hjá Jonathan Hendricks. Einhverja upplýsing mig að það hafi verið komið sjúkrabíll í kórinn. Alltaf vona að það sé ekki alvarlegt neitt. Það gæti að verið Kolbeinn. Þetta er að Kolbeinn minni sig, ég veit það ekki. Uppbótartími í gangi. Bara það sem að dómarinn er búinn að bæta við. Einar Ingi Jóhannsson búinn að dæma hann leik nokkuð vel. Ekki þetta kvarta yfir hans frammistöðu. Það er 1 mínúta eftir af viðbótartímanum. Það er mjög líklegt að þessi leikur endi með 1-1 í jafntefli hér í kórnum. Og Arjan heppinn hann. Brynjólfur var nálægt því að komast í boltan. Arnar Freyr með langa bolta fram. Og Blika koma þessu frá. Alexander Helgi reynir að flikka honum hanna á Benedikt. Ágangan frá hann aftur. Damir. Brynjólfur Darri að dæmd aukaspinna hanna á Valdimar. Braut Brynjólfur Darri og hoppaði hanna bara beint inn í Valdimar. Þetta er hárrétt dæma aukaspinna hanna. Menn eru orðnir frekar pirraðir. Blikarnir mjög pirraðir. Óskar Börkur sparkar hann fram.
Og þannig lýkur þessum leik. Staðan lokatölur hér 1-1. Blikar geta sjálfum sínum kennt að hafa ekki farið með sigur á hólmi, en Magnús Óli Böðvarsson ætlar að þakka fyrir sig hér á Blikar TV. Þangað til seinna. Verið bless.